Áreið á striga fjallar listakonu og hún sjálfstætt framhald bókarinnar Caritas án titils sem kom út 2004. Sú saga segir frá ungri konu sem lærir myndlist og baráttu hennar við listina, ástina, samfélagið og ekki síst landið sjálft. Fyrri bókin gerðist fyrir seinni heimsstyrjöldina og þessi síðari eftir heimsstyrjöldina síðari. Hún kemst utan og reynir að hasla sér völl sem listakona og þótt frásögnin snúist allan tíman hana þá og innri átök hennar og ytri átök og átökin milli hugmynda og veruleika, þá fjölskyldan ætíð í bakgrunni. Það tók bara heilmikið á að skrifa þessa bók og ég var alltaf að segja sjálf mig mikið hryllilega, ertu nú bara vitlaus að leggja út í svona stórt verk. Mér fannst ég stundum vera bara andsetin og sko alltaf vaknandi upp á næturnar til að hugsa þetta, hugsa þessa sögu, því að það var heldur ekki nóg að ég þyrfti sko að þróa list hennar. Það var sko, þá byrjaði nú ballið þarna í seinni hlutanum að þróa listina, hvernig hún ætti að vera. Heldur þurfti ég líka að þróa allar þessar persónur, hvernig þær sem sagt eldust, hvað úr þeim yrði. Líf mannsins svo skrykkjótt. Ég vildi upphaflega vildi ég skrifa sögu konu sem hefði lifað allar þær breytingar sem voru á högum kvenna á síðustu öld. Sko þegar ég byrjaði á þeirri bókinni, þá var ég með stóra sögu í huga, stóra sögu listakonu og þetta átti að vera líka mikil dramatík, því það náttúrulega sko mikil togstreita þegar listakona á fjölskyldu og á börn, því að þegar að kona hefur einu sinni eignast barn, þá getur hún ekkert verið frjáls í þeim skilningi að taka ekki tillit til barnsins þegar hún tekur ákvarðanir. Ég ákvað að velja listakonu að því að ég kannski sjálf hafði alltaf haft svo mikinn áhuga á myndlist. Nú svo gat ég með því að velja listakonu, þá gat ég sem sagt litað frásögnina, fantasíu hennar og komið hugmyndum mínum fram í myndum hennar. Jú, ég fór bara ansi djúpt í þessari rannsóknarvinnu allri og það var ekkert eingöngu í kringum listina, heldur í kringum svo margt annað sko. Það var svo mörg smáatriðin og svo marga bækurnar sem ég fletti upp í, og af hverju ég var svona nákvæm, það var bara til þess sko að ég vildi bara hafa þetta allt saman hórrétt. Ég vildi ekki fá neinn sem kæmi til mín síðar og segði, en þetta ekki svona þar. Ég gerði þetta og lagði áherslu á þetta sko, meðvitað algjörlega. Það var ekki af því að ég væri svona samviskusöm, að þetta væri einhver kvenleg samviskusemi, alls ekki. Heldur vegna þess að síðan ætlaði ég að teyma lesandann með mér. Þegar ég var svona búin að byggja upp svona trúverðugan heim,
þá gat ég tengt hann með mér út í alla fantasíuna á þess að hann tæki bara nokkuð eftir því. Svo allt í einu fæ ég þessa hugmynd að ég þurfi eiginlega að fara með mína konu til Parísar. Og því auðvitað sko þegar maður fer utan til að reyna svona að mennta sig meira í listinu, þá var náttúrulega lágbeinast við að fara til Parísar. Og þessi kæra vinkona mín, Odette Bellot, ég sagði henni að mér vantaði sko, ég myndi vilja að það þyrfti hér hluti sögum minnar að gerast hér og hvort hún geti ekki hjálpa mér. Þessi kona fór með mér út allar trissur og endaði með því að hún sýndi mér sko hvar listamenn hefðu búið flestir á þessum tíma í Montparnasse. Því hún hafði verið þar og hún hafði þekkt listafólk, borðað oft með því og svona. Og svo endan þá fundum við, hún bara fann fyrir mig hús sem hún sagði hér geti það verið sko, loft, svo það kallað. Og þannig að ég fór með henni nokkru sinnum í það hverfi mörgu sinnum og tók ljósmyndur og skrifaði sko, mér fannst ég þurfa að hafa þetta sjálf með mér heim til að ég geti hreyft mig frjálst innan sögunnar.